Þrír. Komið sæl. Hanna Halldóra Leifsdóttir heiti ég og sérkennslufulltrúi á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar og í þessari stuttu kenningu langar mig að fara yfir þann stuðning sem veittur er börnum í leikskóla Reykjavíkurborgar. Fjalla verður meðal annars þá hugmyndafræði sem unnið er út frá, þá verkferli sem fara í gang þegar grunur vaknar frávik í þroska barns, þjálfun á leikskólatíma, undirbúning fyrir grunnskólagöngu og önnur hagnýt atriði sem gott er fyrir foreldra að vita. Og þá þetta, hvaða hóp erum við að tala Við erum að tala þessi börn sem að taka verður sérstakt tillit til vegna fötlunar, þroskafrávika eða félagslegra og tilfinningalegra erfiðleika. Hér er bæði átt við börn sem eiga við langvarandi veikindi að stríða og einnig þau börn sem ætla má að vinni bug á erfiðleikum sínum eftir íhlutun. Þannig þetta er ansi breiður hópur sem að kemur inn í leikskólana og það þarf að taka tillit til þeirra allra. Nú, hvað varðar lög og hugmyndafræði? Þjónusta við börn með sérþarfir er veitt samkvæmt lögum leikskóla, lögum málefni fatlaðra, barnalögum og barnaverndarlögum og einnig byggir hugmyndafræðin á Salamanca-yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og aðalnámskrá leikskóla. Auk þess að þá er stuðst við hugmyndafræði leikskóla leikskóla án aðgreiningar og snemmtækrar íhlutunar. Hugmyndafræði leikskóla án aðgreiningar felst í því að margbreytileikinn er hafður að leiðarljósi og að öll börn fái jöfn tækifæri í leik og námi sé þess nokkur kostur. Það felur í sér að öll börn hafa jafnan aðgang að leikskólum borgarinnar. Virðing er borin fyrir því að hvert barn er einstakt og því þarf starfsfólk og umhverfið að taka mið af þörfum þess. Eitt af leiðarljósum leikskóla er að öll börn eru börn leikskólans, þar sem starfsmenn og börn eru saman í leik og starfi. Leitast er við að veita stuðning og íhlutun til þess að börn verði virkir þátttakendur í leikskólastarfinu og til þess eru notaðar viðurkenndar aðferðir. Eitt af hlutverkum leikskólans er að veita ráðgjöf til foreldra og starfsfólks þegar þess þarf. Eins og áður var getið þá er í leikskólanum unnið samkvæmt hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar þar sem lögð er áhersla á að unnið sé markvisst eftir viðurkenndum aðferðum til þess að hægt sé að hafa sem mest áhrif á þroskaframvindu barnanna en snemma á lífsleiðinni eins og unnt er. Það felur í sér að ef að foreldrar, heilsugæsla eða leikskóli verða vör við að barn er ekki að fylgja jafnöldrum sínum í þroska er strax gripið til íhlutunar í samráði við foreldra og fagaðila. Hætt að bíða og sjá. Unnið er með barnið inn á deild, enda er hugmyndafræði leikskóla í grunninn sú að börn læra best í samvistum við önnur börn í gegnum leik. Það er stefna skóla- og frístundasviðs að börn með skilgreindar fatlanir hafi forgang í leikskólum borgarinnar og geta þau byrjað strax við 1 árs aldur. Einnig hefur verið unnið út frá því að vegna álags í nærumhverfi að þá hafa systkini barna með fötlun einnig haft forgang í leikskóla þegar þau hafa aldur til. Snúum okkur þá að þeim verkferli sem unnið er eftir þegar að barn með skilgreinda fötlun byrjar í leikskóla. Eins og áður hefur komið fram þá geta foreldrar sótt forgang í leikskóla fyrir barnið sitt sé það með skilgreinda fötlun. Sótt slíkan forgang í gegnum Rafræna Reykjavík inn á mínar síður og mikilvægt er að láta gögn fylgja með umsókninni, staðfest gögn, til dæmis bréf frá lækni eða læknisvottorð. Á síðu Reykjavíkurborgar geta foreldrar einnig kynnt sér heimasíðu leikskólana
sem eru í næsta nágrenni við þau, sem og aðra leikskólaborgarinnar. Við leggjum áherslu á að það er gott fyrir foreldra að panta viðtal við leikskólastjóra í þeim leikskólum sem þeir hafa áhuga á að sjá og skoða nánar. Slík heimsókn hjálpar foreldrum að meta hvaða leikskóli hentar þeirra barni. Þegar foreldrar hafa ákveðið hvaða leikskóli verður fyrir valinu og þegar þeir eru búnir að fá staðfestingu þess efnis að barni hefur fengið leikskólapláss, eru foreldrar boðaðir í móttökuviðtal. Þar er farið yfir margvísleg hagnýt atriði og foreldrar og leikskóli skiptast á upplýsingum. Leikskóladvölin hefst á aðlögun og lengd aðlögunar fer eftir því bara þörfum hvers og eins barns. Gert er ráð fyrir því að foreldrar séu þátttakendur í aðlögun barnsins. Þegar starfsfólk leikskóla hefur kynnst barninu og þörfum þess er útbúin einstaklingsnámskrá. Markmið námskrár er sértæk, fagleg og árangurstengd þar sem styrkleikar og áhugasvið barns eru höfð að leiðarljósi. Sett upp langtíma og skammtíma markmið og þar koma einnig fram hvaða leiðir eru notaðar til íhlutunar sem og hvenær hún fer fram. Reglulegir samráðs eða teymisfundir eru haldnir með foreldrum og öðru fagfólki þar sem farið er yfir markmiðin og þau endurmetin. Samráðsfundir með foreldrum eru haldnir cirka 6 til 8 vikna fresti en líka bara eftir þörfum. Næst skulum við skoða verkferilinn þegar grunur vaknar frávik á þroska eftir að leikskóladvöl hefst. Það er mismunandi hvaða aðili hefur frumkvæði að því að benda á ef að barn er ekki að fylgja jafnöldrum í þroska. Oft eru það foreldrar sem viðra áhyggjur sínar við starfsfólk leikskóla eða athugasemdir koma fram í reglubundnum skoðunum hjá heilsugæslu. Einnig bendir starfsfólk leikskóla í sumum tilvikum á seinkun og einhverjum þroskaþáttum. Þegar áhyggjur vakna getur deildarstjóri í samvinnu við sérkennslustjóra leikskólans skoðað málið og metið í samvinnu við foreldra næstu skref. Í anda snemmtækrar íhlutunar þá er byrjað strax að vinna með barnið innan leikskólans, þar sem skrifleg og tímasett áætlun er sett af stað. Ef slík íhlutun ber ekki tilætlaðan árangur er beiðni send til sérfræðiþjónustu á þjónustumiðstöð nánari athugun. Þegar að niðurstaða athugunar liggur fyrir er hún kynnt fyrir foreldrum og síðan leikskóla og ákveðið hvaða skref skuli taka næst. Í einhverjum tilvikum ráðleggur sérfræðingur að barni skuli vísað áfram í frekari athugun eða þjálfun. En áfram er unnið eftir einstaklingsnámskrá og inn í hana settar áherslur frá sérfræðingum og reglulegir samráðs og teymisfundir eru síðan haldnir með foreldrum þar sem farið er yfir framfarir og staðan endurmetin. Börn sem fá stuðning úr fyrsta eða öðrum fötlunarflokki skóla- og frístundasviðs og þurfa á hjálp að halda vegna fötlunar sinnar geta fengið stuðningsaðila einu sinni í viku til að fara í svona sérstaka þjálfun sem að þau þurfa að sækja utan leikskóla. Þetta er gert til þess að létta undir með foreldrum og einnig til þess að efla samvinnu milli leikskóla og annarra sérfræðinga. Það er Strætó BS sem sér aksturinn og það eru foreldrar sem að greiða fyrir aksturinn. Undirbúningur fyrir grunnskólagöngu fer fram meira og minna allan síðasta starfsvetur leikskólabarns. Foreldrar taka ákvörðun það í hvaða grunnskóla barnið fer, leikskólinn útfyllir skólaskilseyðublað og fer yfir það með foreldrum. Sérfræðingur á þjónustumiðstöð skrifar greinargerð sem fylgir barninu í grunnskólan og einnig fara skrifleg gögn frá leikskóla náms- og þroskastöðu barnsins.
Til þess að tryggja það að allar þessar upplýsingar berist milli skólastiga sér leikskólinn að boða til skilafundar með grunnskóla og foreldrum. Á þeim fundi miðlar leikskólinn til grunnskóla hver staða barnsins farið yfir styrkleika og áhugasvið, hvað hefur gefist vel og hvaða þætti þarf að vinna með áfram. Takk fyrir.